Það er stundum talað um að skák sé 90% taktík. Það sem er átt við með því er að úrslit skáka ráðast mjög oft á taktískum fléttum, fórnum sem að annar keppandinn hefur misst af. Og það er alveg rétt. Ég ætla að kenna ykkur í þessu myndbandi aðferð sem hjálpar ykkur í taktískum stöðum og eykur líkurnar á því að þið vinni skákir og hjálpar ykkur að verjast á sama hátt. Ég ætla að setja á skjáinn þessi 3 atriði sem ég ætla að kenna ykkur og þetta er svona ákveðin leið til þess að hugsa um skákstöður. Ekki bara taktískar stöður, heldur bara skák almennt. Það sem ég ætla að kenna ykkur er aðferðarröðin eða röð hugsanina þegar þið nálgist skákstöður. Og ef þið hafi ekki séð þetta áður þá er þetta eftir að væntanlega gjörbylta ykkar hugsanarhætti í skák og ég lofa því að þetta hjálpar ykkur að ná betri úrslitum. Það sem ég ætla að kenna ykkur að gera er í hvaða stöðu sem alveg saman hvernig staðan lítur út, þá skulum við alltaf fyrst, númer 1, 2 og 3, byrja að hugsa um alla skákir. Ef það er hægt að skáka í stöðunni þá ætlum við að hugsa um það. Alveg saman hvort það er gott eða slæmt, lítur vel eða illa út eða ekki. Næst ætlum við að hugsa um öll dráp sem eru möguleg. Ef það er hægt að drepa eitthvað í stöðunni þá ætlum við að hugsa um það. Og númer 3, ef það er hægt að hóta einhverju í stöðunni þá ætlum við að hugsa um það líka. Þetta þrennt ætlum við að hugsa um áður en við þurfum að hugsa um eitthvað annað. Skáka, drepa, hóta. Og þetta eru allt saman þvingandi leikir. Þetta eru leikir sem andstæðingurinn verður að bregðast við á einhvern hátt. Og þetta hjálpar mikið í taktískum stöðum og við ætlum að skoða nokkuð dæmi um þetta. Og fyrsta staðan sem við ætlum að sjá er þessi staða hér. Og í þessari stöðu er hvítur peð undir og svartur með hættulega hótun. Hérna, hótar að drepa hérna G2. Flestir sem að sjá þessum stöðu myndi hugsa strax hvað getur gert til þess að verjast. Jú, hvítur getur leikið drottning F3 eða eitthvað svoleiðis, valda peðið sitt og skákinn heldur áfram. En í þessari stöðu getur hvítur unnið ef hann hugsa rétt um stöðuna. Þannig að við notum þessu aðferð sem við erum að tala um áðan og hugsa númer 1 skákirnar sem eru í boði. Það er bara ein skák möguleg í stöðunni og það er drottning drepur F7 skák. Og það kemur undir að ljósa að það er besti leikurinn. Ef við myndum ekki nálgast stöðun á þennan hátt, þá myndum við aldrei hugsa um þennan leik. Drottning drepur F7, myndum missa á honum og skákinn heldur áfram. Þannig ráðast úrslit skákarinnar á taktískan hátt eins og það talaði um 90% taktík. Það er mikið til í því. En sjá hvað gerist eftir drottning drepur F7. Svartur verður að bregðast við, þetta er þvingandi leikur, hrókur drepur F7, þá kemur hrókur E8, önnur skák, munið við hugsa fyrst um skákirnar. Ef við myndum fara næst að hugsa um drápin, þá myndum við bara drepa hér og það gerir ekki neitt. Þannig að hrókur E8 skák, svartur verður að bregðast við, þvingandi leikur og mát, bráðandi mát í 3 leikjum. Kíkjum á næsta dæmi og hérna sjáum við bara venjulega miðtaflstöðu, þannig séð. Hvítur á leik, hvítur með biskupaparið, aðeins meira rými og eðlilegu leikur þessar stöðu var að bregðast við þessari hótun svart að drepa hér. Leika C3 eða biskup D3, margir myndu gera það. En ef við notum aðferðin okkar, þá sjáum við að hvítur á ónætti mát í þessari stöðu með þessar mát í 2 leikjum. Það er bara ein skák möguleg í stöðunni og það er besti leikurinn. Hvaða skáka mögulega í stöðunni? Jú, það er drottning drepur C6. Það er drottninga fórn eins og áðan. Og þetta er leikur sem að einhvern veginn, ef maður venur sig ekki á að hugsa þannig hátt, þá kemur svona leikur ekki upp í kollum, af því að við sjáum strax að þetta tapar drottningunni. En til þess að sjá fléttur eins og drottning drepur C6, þá verðum við að venja okkur á, verðum við að pína heilan okkar til þess að hugsa fyrst um þvingandi leikina, skákir drápahótanir í öllum stöðum. Og þá missum við ekki af svona mátleiðum eins og þessari biskup A6 er skemmtilegt mát, bótens mát. Við ætlum næst að sjá stöðu úr kappskák og þetta er úr skák frá sterkum stórmeistara Robert Hess sem var með hvítt í þessari stöðu, bandarískum stórmeistari. Og svartur var að leika drottning B6 sem hótar peðinu á D4 og hótar peðinu á B2. Hvítur getur gert ýmislegt til að bregðast við þessu. En Robert Hess notaði þvingandi leiki sér í hag í þessari stöðu og lék riddari A4 sem hótar drottningunni. Valdar leið B2 peðið en valdar ekki D4 peðið. Og svartur lék í þessari stöðu drottning C7 og svo hélt bara skákinn áfram. En nú kannski ágætt að velta fyrir sér af hverju lék hann riddari A4 og skildi D4 peðið eftir í uppnámi.
hvað hefði gerst ef að svartur hefði drepið hér? Þá hefði hvítur geta unnið lið af svartum með þvingandi leikjum. Við sjáum að þessi drottning er völduð af riddara. Ef að hvítur drepur riddarann í þessari stöðu, þá drepur svartur auðvitað ekki tilbaka, heldur drepur hann fyrst á F2 og drepur svo á F5. Svartur er peðið yfir. Þannig að það sem hvítur getur gert fyrst er að lokka kónginn á verri reit með því að leika E6 skák. Þetta er mjög þvingandi leikur, svartur verður að bregðast við þessari skák, hann getur ekki fara að gera eitthvað annað með hann. Auðvitað ef að kóngurinn fer eitthvað, þá vinnur hvítur riddarann á D7 og ef að svartur drepur á E6 með kóng, þá drepur hvítur riddarann á F5 með skák, allt saman þvingandi leikir og vinnur síðan drottninguna hérna á D4. En svartur sá þetta, þannig að þetta gerðist aldrei í skákinni. Við ætlum að sjá næst þessa stöðu hér, sem er flókin staða, allir kallarnir ennþá inn á borðinu og hvítur er að reyna að sækja á kóngsvagnu, en það er í rauninni svartur sem er með betur staðsettu menn í augnablikinu, minnsta kosti. Og svartur er með ýmsar óþægilegar hugmyndir í stöðunni, hann hótar jafnvel að hoppa með riddarann á E3 og hann er með mjög óþægilega press eftir C-línunni. Og það eru örugglega margir sem að myndi frekar vilja vera með svartu stöðuna ef við hugsum bara um þetta, óþægilegar hótanir. En hvítur er líka með sínar hótanir hér og það sem skiptir máli fyrir hvítan hérna er að hugsa í réttri röð möguleikana. Skákir drápa hótanir og við byrjum með þetta að hugsa bara um einu skákina sem er í boði, sem er biskup F7 skák og í huganum þá sjáum við fyrir okkur að svartur er þvingaður til að drepa með biskup. Það er kosturinn við að hugsa fyrst um þvingandi leiki. Það er ekki margir möguleikar í boði fyrir svartan. Ef við varum að hugsa um leik eins og biskup B2 til dæmis, þá eru óteljandi möguleikar fyrir svartan til að svara þeim leik. Það er mjög erfitt að komast að einhverju niðurstöðu. Við erum mjög fljót að komast að niðurstöðu um biskup F7 skák. Svartur getur bara að drepa hér og þá er auðvelt að fara að hugsa um næstu leiki. Í þeirri stöðu getur hvítur skákað og hann getur drepið og hann getur hótað, hann getur drepið hérna með riddara og hann getur skákað með hrók og við skulum reyna að hugsa þetta saman. Biskup F7 skák, biskup drepur F7, hrókur H8 skák, við erum bara að hugsa um skákina núna nummer 1, kóngur drepur og þá riddari drepur F7 skák, gaflar drottninguna af svartum. Og þetta er alveg þvingandi leið, það er engin leið fyrir svartan að komast ekkert út úr þessu og það kemur ljós að þetta er besti leikur fyrir hvítan og hann er með unna stöðu hérna. Ef hann skákar F7 og drepur á F7 og drepur síðan drottninguna og hvítur er með vinningsstöðu. Þannig að þetta bjargaði hvítur sér úr tvísýnni stöðu með þvingandi leikjum og það var einu leiðin til þess að vinna. Hvernig þjálfum við svona þvingandi leiki? Jú, það er auðvitað fyrir mig að segja við ykkur, hugsið fyrst um skákir, drápa og hótanir og gangi ykkur vel, en það er ekki alveg svona einfalt eins og við vitið. Það eru nokkrar leiðir til þess að þjálfa þetta. Besta leiðin að mínu mati er að gera skákæfingar eða þrautir sem eru ekki of erfiðar, sem eru frekar einfaldar og reyna á þvingandi leiki, til dæmis mát í 2 eða 3, svona svipað og við vorum að skoða hérna áðan. Fullkomin leið til þess að æfa þetta er á chess.com sem er frábær vefur og við ætlum að fara saman núna í eitthvað sem er kallað Puzzle Rush sem er komið upp á skjáinn hjá okkur sem er fullkomin leið til þess að þjálfa akkurat þetta þvingandi leiki því í Puzzle Rush það byrjar maður á mjög einföldum æfingum og það sem að ég mæli með að þið gerið í Puzzle Rush er að þið farið í Survival það sem er engin tímapressa, við getum valið 3 eða 5 mínútur þar sem að við erum undir tímapressu en förum bara í Survival til að byrja með og ég vel það og íti á play og þá ætti ég að fá upp þrautir þar sem ég get æft mig á þennan hátt og hérna kemur fyrsta þrautin og við stjórnum svörtumörnum black to move og ef við notum þessa aðferð sem ég var að tala um áðan þá er bara ein skák í stöðunni og mér sýnist það að vera rétti leikurinn, skák og mát. Og þá fáum við upp stöðu þar sem við erum með hvítt og mér sýnir svartur að hafa verið að drepa síðast hérna á G3 og við getum auðvitað ekki svarað skák með skák en við getum svarað skák með drápi og mér sýnist bara riddari drepa G3 líta mjög vel út hérna og það var rétt. Aftur skulum við nota sömu aðferð, hér eru 2 skákir í boði, hrókur F3 er ekki góð leikur, hrókur H1 er mát. Hvítur var að skáka hér og við verðum að drepa með drottningu af því að drottningin er völduð. Þannig að dráp hér og hér er auðvelt að reikna að svartur ætti að vera undan, já. Þannig að við ekki drottningu. Og það var rétt og þá voru kannski komin í
aðeins flóknari stöðu. Biskup E2 og við skulum hugsa fyrst allar skákir. Við eigum skák með drottningu hér, hér og hér. Þetta tapar drottningunni en mér sýnist drottning drepur E3 vera bara mát í einu leik. Ok, og aftur skulum við nota sömu aðferð. Hér eigum við tvær skákir, B8 eða E8. E8 tapar drottningunni en B8 ætti að vera mát í nokkrum og það var rétt. Drottning F8 hjá svörtum. Við eigum nokkrar skákir. Við getum skákað á G7, við getum skákað á H7 og við getum skákað á F6 og mér sýnist riddari F6 skák, kongur H8, drottning drepur H7 vera mát. Hér erum við drottningu undir en við samt með einhverja möguleika. Við hefum nokkrar skákir í þessari stöðu. Riddari G3 og riddari F2 tapar riddaranum í báðum tilfellum. Hrókur D1 skák er líka möguleiki og eftir hrókur D1 skák þá verður hvítur að fara með kónginn á H2 og þá getum við farið hérna tilbaka og unnið hvítu drottninguna. Og það ætti að vera rétt. Svartur mann yfir. Hrókur drepur E4. Hér eigum við tvo freistandi möguleika. Við getum annarkvort leikið drottning C1 skák, þá yrði hann að bera fyrir, eða við getum leikið D2 skák og þá yrði hvítur að drepa hér, en þá getum við ekki bakið drottningu því að drottningu valda D1. Þannig að drottning C1 skák er farið að líta betur út, hrókur E1 og þá var ég að hugsa D2. Þá hrókur D1. Þetta er ekki auðvelt. Byrjum við drottning C1, hrókur E1, D2, hrókur D1, svartur með fullt af peðum. Það ætti að vera rétt hérna. Drottning C1 og D2. Og að það hefur hrókur D1 verið tölvöld betur leikur til að verjast en þetta er auðvelt. Að vinna þetta, mann yfir. Ok, nú fyrir þetta að vera eitthvað aðeins flóknara eða hvað, býtum við. Hér eigum við skák, og hér eigum við skák, og hér eigum við skák. Og við getum strax útilokað þessar skákir, þetta tapar bara manni og hrók. En skákin á F7 er tvöföld hótun og mér sýnist það bara að vera mjög sterkt. Við getum vinnum mann, já. Black to move, já við erum með svart. Og við erum þetta peð hérna og við erum að leiðinni hingað og hér sýnist mér bara að vera kapplaup. D3, F6, D1, já við erum einu tempo undan. Þetta er auðvelt. Riddari F4, við erum bara mát í einum leik. Það er skák hérna. Ok, hér er kannski komin aðeins svona líflegri staða. Hér skulum við fyrst hugsa skákirnar. Eru einhverjar skákir í boði í þessari stöðu? Nei, engin skák í boði. Þá skulum við hugsa drápin. Eru einhver dráp í boði í þessari stöðu? Engin sem ég sé. Þá skulum við hugsa hótanirnar. Getum við hótað einhverju? Já, við getum hótað einhverju og eiginlega eina sem við getum hótað er mát hérna á H7 með að hreyfa þetta peð. Og mér sýnist það bara að vera sterkasti leikurinn. E5, hóta biskupnum, hóta máti á H7. Ég sé ekkert svar við því. Það verður að leika hér já og þá bara vinnum við mann. Ok. Hér erum við peðu undir í hróksendatabli og við eigum skák hér, hún er ekki góð, það er bara drepið og við eigum skák hér. Það þvingar svartan til að fara tilbaka H6. Þá hefur við skák á G5 með peði og þá verður svartan að fara á H5. Þá hefur við máta H7. Það er frekar auðvelt svona en gott samt góð æfingi að æfa þvingandi leiki. Við skulum fara upp í 15 og svo skulum við stoppa því að þetta ætti að vera orðið fínt hjá okkur. Hérna eigum við þvinga mát sýnist mér með hrókudrepi G3 skák. Ef við myndum aldrei hugsa fyrst skákir þá myndum við aldrei sjá þennan leik, þá myndum við bara drepa með peði eða eitthvað svoleiðis. En þetta drottningin okkar í uppnámi hérna. Þannig að hrókudrepi G3 skák ætti að máta í nokkur leikjum, hrókur G3 hér og drottning G2 mát. Og hér stoppum við. Látum þetta gott heita í þvingandi leikjum. Muniði bara þessa aðferð að hugsa þennan hátt, hugsa fyrst skákir, dráp og hótanir, ég get lofa ykkur því þetta mun breyta miklu þegar þið farið að tefla. Gangi ykkur sem best.